Þá ætlum við að kíkja á stæður eina ferðina enn. Það sem við ætlum að skoða núna er hvernig við einföldum stæður þar sem að eingöngu er margföldun. Það sem þetta þýðir í raun og veru er að við megum setja margföldunarmerki alls staðar á milli. Og þegar það er margföldun alls staðar á milli, þá má ég stytta út það sem er eins. Og til þess að ég get ekki stytt kannski mikið út hérna, ég gæti stytt út B1. En ef ég þátta 24 örlítið, ég ætla ekki að frumþátta það, en ég ætla að þátta það örlítið, þá má ég þátta það sem 4 sinnum 6 sinnum A sinnum B. Deilt með 6 sinnum B. Nú má ég stytta út það sem er eins, þetta styttist, eftir stendur 4a. Í raun og veru ætti ég kannski að skrifa hérna 4a deilt með 1 því að það hverfur ekki beint það sem er undirstrikinu. Það er að segja þetta hér, það breytist í 1. En að deila með 1 breytir engu, þannig að skrifa þetta svona er í raun og veru það sama og skrifa það svona og þetta er hinn hefðbundni ritháttur. Við skrifum ekki deilt með 1 af því að það breytir engu, þá sleppum við því. Þannig við skrifum þetta ekki svona þó þetta þýði í sjálfu sér það sama. Hér er örlítið flóknara dæmi, leysa á nákvæmlega sama hátt. Nema nú ætla ég að fara strax í að breyta 12 í þáttun, það er að segja 4 sinnum 3, byrja ég bara undir strikinu. En seta í þriðja, hvað þýðir það? Það þýðir jú, seta sinnum seta sinnum seta. Og þið sjáuð að ég set svona merki í setuna og ég hef hana frekar litla. Það er til þess að, af því ég skrifa nú ekkert rosalega vel og það ánum við marga, svo ég ruggli ekki saman setum og tvistum. Og tvöfaldaf í 4, sinnum tvöfaldaf, sinnum tvöfaldaf, sinnum tvöfaldaf, sinnum tvöfaldaf. Stækundrikið, 3 sinnum seta, sinnum seta, sinnum tvöfaldaf, sinnum tvöfaldaf. Nú stytti ég út það sem er eins, þristur á móti þrist, seta á móti setu, passi að taka bara 1 út á móti hverju. Og þá er eftir undirstrikinu 4 sinnum seta, sinnum tvöfaldaf, sinnum tvöfaldaf. Það er allt farið sem er upp á striki. Áðan, þegar það var 1 eftir, þá mátti ég sleppa því þegar 1 var undir striki. Má ég sleppa 1 svona upp á striki? Nei. Ég verð að skrifa það sem er upp á strikinu, 4 sinnum seta, tvöfaldaf og það eru 2 svoleiðis, þá er það í öðru veldi. Ég fer ekkert lengra með þetta. Ég verð, ef að það klárast allt sem er upp á strikinu, þá verði ég að skrifa 1. Og það síðasta, leysi þetta á nákvæmlega sama hátt. Sex sinnum A, sinnum B, sinnum C, sinnum C, sinnum C. 5 sinnum 6. Þið takið eftir því ég bý alltaf viljandi til margföldun úr annarri tölunni þannig að ég stytti út hina sem er á móti. Ég hefði alveg getað breytt þessi í 3 sinnum 10, það hjálpar mér bara ekkert. Að sjá hvaða tölur hjálpa manni er ekkert annað en æfing. 3a, 2b, C í 0. Hvað er einhver tala í 0. veldi? Það er alltaf sinn 1. Þess vegna ger ég bara sinnum 1. Því að C í 0 breytir engu. Ég mætti þess vegna sleppa því. Eða þetta með í þetta skiptið. Svo styttum við út 6 á móti 6, A á móti A, B á móti B. Ekkert C hérna. Hvað er eftir upp á strikinu? Jú, C í, og ég gleymi mínusónu minna, þetta eru mínustölur. C í þriðja, 5, A í öðru, B. Af því að það eru eftir
2a og 1b. Mínusarnir hérna styttast út. Ef það er mínus annað hvort upp á strikinu, undir strikinu, þá endar loka dæmið í mínus og þá má gera bara mínus hérna fyrir framan eða mínus á annað hvort fyrir ofan eða neðan þar sem mínusin var. Breytir ekki öllu. En ef það eru mínusar báðum megin, mínus deilt með mínus verður plús, þess vegna er þetta í plús og við komumst ekkert lengra með það. En þá er þessu lokið.